Jæja, góða kvöldið, góðir áhorfundur. Þú verið velkomnir í þetta auka strímina. Ég og Guffi erum mættir. Hvað segir Guffi? Blessaður, ég er bara kátur. Það ekki? Ég er spenntur að tilkynna þessar niðurstöður og mjög gaman að sjá hversu taugatrekktir menn voru orðnir í gærkvöldi. Já, þetta var nefnilega alveg rosalega tímatökur. Mjög margir sem tóku þátt og... Já, það var mikill hraða mönnum, það er óhætt að segja það og það voru 24 keppendur sem að settu tíma. Það voru einhverju tveir sem að drógu sig út þarna á síðustu stundu. En þetta voru 24, þannig að það voru svo sem eins og við varum að búast að það eru nú ekki allir sem að komist inn í þetta deildi sem þeir ætluðu sér en það er bara þannig að það verður allavega nóga kappakstri á öllum vígstöðum og ég held að þetta er að vera gífurlega spennandi bara allstaðar. Þannig að það er stefnir í hvílíka veislu í sumar. Nei, í haust segi ég. Já, ég er alveg Hvað saman er spjallið að segja hérna? Það er alveg ágætis mæting komin á Já, strímið. menn eru greinilega spenntir að sjá hvernig þeim gekk í þessum tímatökum. Hvar þeir hvort þeir komast inn í tier 1 eða 2 eða hvort þeir verða að sætta sig við tier 3 og minnstu kosti fyrir hlutan á tímabilinu. Algjörlega. Hilmar segist þér að búa sig undir þunglindi. Hann á ammæli fyrsta keppnisdaginn. Ég sagði hann einmitt hérna í spjalluna, hann þarf bara að fagna deginum á braut. Já. Sama hvort að það er í tier 2 eða 3 keppni. Já, hvar sem það verður, það er alltaf stuð sko. Já, í versta falli þarf hann bara að vinna sig upp í tier 2 til að geta tekið þátt eftir jól. Já, það er... Og í besta falli verður hann bara í tier 2 allan tíma, þannig að það bara hafa allt eftir að koma í ljós á næstu mínútum. Já, alveg að taka hann á taugu núna. Some say Guffi took bribes for T2 spots, segir Sigurður. Nýtt DD drive set. Já, skulum kannski segja að það sé þá engin tilvíðun ef ég verð með nýja græjur í haust. Já, nákvæmlega. Og það geti allt í einu dottið ykkur inn í tier 1 jafnvel sem að á kannski ekkert heima þar. Heyrðu, Ef við ekki að byrja á þessu bara? Jó, það ekki bara, vindum okkur bara í þetta. Þá byrjum við bara á fyrsta tímanum, fyrsta tímanum sem við erum í vílum, það er 24. sætið, það er lakasti tíminn á tímatökum. Já, og bara svona til að þetta sé alltaf hreinu þá ætlum við að vinna okkur, það eru náttúrulega ákveðin sæti sem það voru sumir með örugg sæti í deildunum og það sem við ætlum að byrja að gera er í raun að sýna hvernig fór úr tímatökunum sjálfum, hverjir náðu sér í sæti og í hvaða deild, hverjir náðu ekki í gegnum niðurskurinn og geta þá keyrt á fullu í tier 3. Síðan þegar við erum búnir að rúlla í gegnum þessar niðurstöður og þá munum við sýna ykkur heildarlistan hvernig tier 1 og tier 2 deildirnar líta út. Já. Og þannig já, nú er ég ekki komið með þetta á skjáinn hjá mér. Ertu búinn að sýna? Nei. Ég læti bara auðvitað. Núna ætti ég bara að revíla hérna fyrsta tíman. Og það mun vera, hérna, veitu, okkur virkar þetta ekki? Ég var búinn að plana þetta svo vel og það virkar ekki takkin hjá mér. Þarna kom þetta. Fyrsti tíminn kominn. Það er hann Kristinn Freyr Jörundsson. Það var smá skellur fyrir hann Kristinn Grey þegar hann mætti í tímatökunar. Hann hafði eitthvað misskilið og var búinn að vera að æfa sig á mjúkudekkjunum. Hann var aðeins úr sóninu þegar það var komið á hards og síðan reyndar náði hann ekki að keyra alla tímatökuna heldur. En hann endar þá í utan tier 1 og 2 en það verður þá, ef eitthvað er að marka hvernig tier 3 var á síðasta tímabili þá er ekkert von á síðri kappakstri í þeirri deild og það er hægt að vinna sig upp í tier 2. Þannig að það við vonumst til þess að sjá Kristinn bara á braut eldferskan í haust. Þá förum við bara í næsta tíma. Það er Næsti númer tími. 23. Það er hann Eyjó Jónsson. Eyjó var líka mættur þarna bara, hann var ætlaði að taka þátt á þriðjudeginum en var þá að uppfæra leikinn eftir síðustu uppfærslu sem kom fyrir einhverjum vikum. Hann minnur þá bara að mæta þarna líka í tier 3. Þetta eru 7 menn sem að náðu ekki í gegn. Bara svona rétt aðeins að taka það og þetta eru 12 sem að dutta inn í tier 2 og 5 inn í tier 1. Þannig já, bara svona svo við séum með þetta
á hreinu. Og svo náttúrulega líka bara til að taka fram fyrir þá sem kannski ekki vita að þó þessi mertir inn á tier 3 hérna þá er það ekki gulltryggð þáttaka í tier 3 heldur er tier 3 opin deild og það er bara fyrstu kemur fyrstu fær sko. Algjörlega. Þannig ef ykkur er að horfa sem setja ekki tíma í tímatökunum og þá er hérna tier 3 opin deild og allir velkunni þar sem eru ekki að keyra í tier 2 eða tier 1. Þannig að þetta er deild hugsuð fyrir þá sem bæði þá sem að ná ekki gegnum tímatökurnar og eins líka þá sem að kannski bætast í hópinn á miðju tímabili eða bara þá sem eru kannski meira casual og er ekki alveg klárar í, þannig að það er smá skuldbinding að vera skráður í tier 1 og 2 því að það er gert ráð fyrir hverju mæti ekki keppnir og svona og sem vilja bara hafa þetta casual og mæta þegar þeir geta og þá er tier 3 rétti staðurinn í það. Það er allir í víla næsta tíma. Það er hann Birkir Björnsson sem er í 22. 2.24.06. Þannig að Birkir, við sjáum þau vonandi í tier 3 líka. Birkir er frekar nýr í hóknum hjá okkur. Ég man ekki hvort hann hafi tekið eitthvað tier 3 keppni í fyrra eða ekki, en hann er einn af þessum nýri andlitum hjá okkur. Já, það var alveg mikið af nýjum andlitum hérna í tímatökum sko. Já, það var eitthvað af nýjum sko, sem er einmitt næsti maður líka í 21. sæti. Það er hann Pálmar Henry Brynjarsson, höfðum ekki séð hann á braut fyrir tímatökurnar, þannig að það er alltaf gaman að sjá stækka þennan hóp sem er að keyra hjá okkur. Já, það er líka alltaf svo gaman að sjá sko, út af því að ég man alveg eftir því þegar ég byrjaði sko, ég er ekkert viss að ég hef komist inn í tier 2 þegar ég byrjaði í þessu sko. Nei, mennir eru búin að taka gífurlegum framförum í þessum hóp og þetta er líka bara eitthvað svona, daily racing eru kannski ekki alltaf skemmtileg en þetta er svona, gefur manni eitthvað til að, hvað maður segja, sem maður getur svona sýnt smá metnað í og lagt á sig til þess að æfa og bæta sig. Það eru margir sem hafa tekið miklum framförum eftir að hafa byrjað að keyra með okkur. Nákvæmlega. En heyrðu, þá er að næsta, það er Grétar Gunnarsson, 20. sæti. Það er Grétar landar 20. sætinu og verður þá meðal keppanda í tier 3, gerum við ráð fyrir. Og já, það er raun allir, þetta voru langflestir keppendur sem voru að reyna við í raun, sem voru bara með allt opið, sem settu í raun bara tier 1 sem markmið nummer 1 og ef það náðast ekki þá var það tier 2 og síðan náttúrulega er tier 3 þá bara automatísku þriðji kostur fyrir það sem ekki ná. Ja. Það var að næsti. Næsti maður, það er líka nýtt andlit sem hefur ekki sést á braut hjá okkur áður og það er, hann fær líka þann heiður að vera með lengsta nafnið. Já. Það er hann Úlfar Alexandri Rist Aubergi. Já, ég örugglega passaði ekki upp á að allt nafnu myndi passa inn í reytin. Hann er hérna og bara setur þokkalega fína tíma hérna og ekki langt frá niðurskurðinum. Þannig að við sjáum hann vonandi líka. Já, þetta er fellow Team BL ökumaður og ég setti mig við neitt minna heldur en að hann taki þátt í tier 3 og vinni sig upp í tier 2 sko. Já, engin pressa frá Danna. Nei. Þannig að Úlfar, ef þú ert að horfa þá reiknum við með að sjá þig hérna 7. september í tier 3. Já, þá er það í rauninni komið að seinasta sætinu sem að endar í tier 3, þannig að núna magnast spennan fyrir þá sem að eru ekki vissir hvort að þeir séu að fara að komast í tier 2 eða ekki og þá er ég aðalega að horfa á hann Hilmar. Ég er að tefja þetta eins lengi og ég get fyrir hann vegna þess að ef að hans nafn er næst ef að Hilmar er næstur þá er hann ekki í tier 2 en ef hann er ekki næstur þá er hann í tier 2. Já. Ef að revíla þetta fyrir hann. Við skulum rífa plásturinn af. Herru, kom með þetta. 18. sætið var hann Freyr Þórðarsson. Freyr var nú ekki, hann var nokkrum 10-20 sekúndu frá því að ná inn í tier 2 en rétt missir þarna af og verður til þar að lenda á meðal keppinda í tier 3. Já. Og þá er upptalið þá þeir sem að ekki upp í tier 3 segir Sigurður. Já. Já, ég var nú myndi að tala um þetta við Danna í gærkvöldi að ég er ekkert viss um að ég hefði náð í gegnum
tímatöku upp í tier 1 fyrir þessi 5 sæti, ég að viðurkenna það. Ég enda var ekki búinn að prófa að setja tíma, ég þorði því ekki, þannig. Nei, þetta verður góð afmælisgjöf fyrir hann Hilmar, hann fær að taka þátt með okkur í tier 2 í fyrsta reisunu á afmælistaginn sinn. Hilmar stressaðasti maðurinn í chatinu, þetta vonandi anda létt núna. Hann fór í gegnum niðurskurinn og hann heldur sér áfram í tier 2. En Hilmar er yngsti keppandinn okkar, því sem ég best veit. Hann byrjaði hjá okkur í fyrra og byrjaði í tier 3 en síðan losnaði pláss í tier 2 og hann var nú eitthvað uggandi yfir því að færa sig upp en ákvaði að þykja það og bara stóð sem í prýði. Og hann heldur sér þar inn í kallinn. Já, hann hefur aldrei fagnað eins hátt og núna, segir hann. Það er bara gaman að þessu, gaman að sjá hann inn í þessu. Eigum við þá að byrja á tier 2? Hver er komist inn? Jú, við höldum bara rakleiðis áfram og það er þá fyrsti maðurinn í tier 2 það er fyrirverandi tier 1 ökumaður, hann var að keyra í tier 1 á síðasta tímabili, það er hann Sævar Helgi Víðisson. Hann kom eiginlega inn hann kom bara inn á síðustu stundu, hvort það hefði verið á þriðjudaginn sem hann hafði samband við mig, þá hann gat ekki neitaði hvað þetta er gaman og hann vildi endilega setja tíma. Hann er ekki alveg 100% að vísu, ekki alveg 100% á því hvort hann muni hafa tök á því að vera í lokaðri deild í haust, bara upp á aðra skuldbindingar, en hann vildi samt setja tíma til þess að halda því opnu. Þannig að Sævar, ef þú ert að horfa og hlusta, þá ertu allavega komið með sæti í tier 2 og þú svo bara segir til hvað þú gerir, hvort þú nýtir það eða rey. Þannig að hann þarf að geta orðið róteringar á þessu fyrir haustið ef eitthvað breytist hjá mönnum, ef einhver þarf að hætta við eða slíkt. En þetta er eins og þetta liggur akkurat núna. Já, þá skulum við fara hérna í næsta sætið. Já, það er 16. sætið úr tímatökunum sem er þá annar maður inn í tier 2 og það er hann Hilmar okkar sem að mætir þar ótröður. Hann var þeir voru nokkri sem að voru ekki að reyna að komast inn í tier 1 og langaði bara að vera áfram í tier 2. Hilmar var einn af þeim og hann náði því markmiði. Já. Þannig að hann er bara eins og sést í spjallinu, þá er hann mjög sáttur. Já. Það er að gerast annars í chatinu. Pálmar er mættur hérna, geggjað að vera ekki langt síðastur eftir að æfna bara í hálfan dag. Já, það var nú bara fínasta framistæði hér og bara vonumst til að sjá þig áfram í haust þegar keppnin að fara á stað. Masta er náttúrulega bara skelfileg, segir Magnús. Það var eitthvað blenda tilfinningar með þessa möstu. Mér varst hún, þegar ég var eitthvað að prófa þetta, mér varst hún ótrúlega þægileg í keyrslu og hún var valin einfallega af því að, hún var bæði af því hún var mér varst þægileg að keyra og þetta er bíl sem ég veit að enginn hefur verið að keyra, þannig að það er enginn tímatakan var ekki á bíl sem var keppnisbíl einhvers. Þannig að Já, þessi Mazda var alveg jafn líkleg fyrir alla ökumenn, sko. Það var engin munur á bílum fyrir neitt, þannig að Kristinn er mættur hérna líka. Kíkjum þá hérna á næsta sæti. Förum í næsta. Það er líka annar fyrirverandi tier 1 ökumaður og svona, við spoiluðum nú strax og segjum að þetta sé eini konungborni maðurinn í hópnum. Já, þetta er lágvarðurinn. Þetta er lágvarðurinn sjálfur, það er Valdimar Örn sem endaði 15. Ég veit að hann var orðinn nett stressaði kallinn fyrir að hann svona mætti ekki dúlega vel æfður og svona fóndið inn ef við segjum svo. Já. En hann var nú bara orðinn nokkuð heitur fyrir því að vera í tier 2, það hendar hann betur tímarlega séð og slíkt. Þannig að hann er allavega bara eflaust sáttur með að landa sæti þar. Þetta er bara orðinn gífurleg samkeppni, þannig að það er bara gott að komast inn í aðra hvora deildina. Það er nefnilega þannig, sko, tier 2 er bara nánast orðinn bara ekkert síður í deildinni en tier 1, sko. Það er bara munur ekki það miklu þarna á, sko. Mjög margir sterkir ökumenn og eins og segir, það er engin brjálæði munur á þessum tímum, þannig að það er Þá förum við næsta sæti. Það er hann Þórður. Það er Þórður, Doddi sjálfur. Þórður Ástórsson. Hann var líka einn af þeim sem var bara að reyna að komast í tier 2 og náði því markmiði. 14. tíminn í tímatökunum og er þá 4. maður inn. 2:25.28 var tíminn. Ég gleymi nú að segja tímann, þetta er svo smalt á skjánum hérna hjá ykkur. Sjáu bæði tímann og dælt.
Þannig að Doddi já hann var, býta nú við, var Doddi í tier 2? Nei, hann var í, jú, Doddi hann var komin í tier 2. Já, var það ekki? Þannig að ég rétt í lókin. Jú, þannig að hann mætir þar sprengur. Herru, förum þá í næsta. Það er næsti 13. sæti úr tímatökum. Það er Arnar. Arnar Tryggvason, annar helmingurinn af bræðraliðinu TRB Racing. Já. Og hann var líka einn af þeim sem var bara að reyna við tier 2 og náði því markmiði með nokkru öryggi bara. Og þá, já, 5. maður inn, 13. sæti overall í tímatökunni. Og næsti maður fyrir ofan hann einmitt hinn helmingurinn af þessu dúó, það er hann Ingi. Já. Hann Ingi og Arnar, það munaði ekki nema 40.000 úr hérna sekundu á milli þeirra tveggja, þannig að bræðurnir eru greinilega á sömu bylgjulengd. Já, nákvæmlega. Þannig að þeir voru Þeir eru alltaf mjög jafnir, sko. Já, þeir hafa verið nokkuð vel í takt, sko. Mjög samstiga, æfa alltaf saman og eru alltaf jafn erfiðir keppinautar þegar kemur að keppa þá. Já, þeir eru mjög sterkir, verið sterkt lið. Held að það verði svolítið erfitt að keppa við þá í deildinni í vetur. Já, þeir eru aðeins líklegir, ég held að það sé engin spurning, sko. Verður gaman líka að sjá hvernig liðin raðast upp, því að nú er hópurinn alltaf svolítið breyttur frá því í fyrra. Já. En alltaf gerir ráð fyrir því að bræðurnir verða áfram saman í liði, en það verður mjög gaman að sjá það er ekkert annað lið inn í tier 2, í heilt lið sem var í hérna á síðasta tímabili, þannig að það verður mjög gaman að sjá. Alltaf er engin skylda að vera í liði en það er miklu skemmtilegra bæði upp á bara gaman að vera bæði í einstaklings- og liðakeppni og þetta svona gerir meiri dýnamík í deildina. Þannig að ég vona að bara sem flestir para sér saman í lið. Nákvæmlega. Nei, þá er það bara næsta nafn. Það er næsta nafn. Ólafur Grans. Ólafur Grans, Óli Nóskils eins og hann kallaði sig. Ber ekki nafn með rentu. Nei. 11. tíminn í tímatökum og er öruggur inn í tier 2 sem var einmitt hans markmið. Eins og bara hjá flestum sem fór inn í tier 2 og voru með það markmið. Þannig að, Þórður mætti hérna í spjallið því ég tók bara NURB-GP í tier 3 eftir áramót, rest var í tier 2, já alveg rétt. Kom bara inn hérna var eiginlega allt við þetta tímabilið, keyrði puggan, segir Maggi. Alveg rétt. Herru, næsta nafn. Næsta nafn, við erum konur í top 10. Yours truly. Það hafði Danni sjálfur með 10. besta tíman í tímatökunum og þú varst nú orðin svolítið skjálfandi á beinum í gærkvöldi, hvort þú næðir inn í tier 2 yfir höfuð. Ég held að það hafi nú bara verið út af hópnum sem ég lendi í tímatökunum, sko. Þetta var engin eðlilegur hópur, sko. Og það var rosalegt, sko. Þannig að það er ekki skrítið að þú hafi orðin svolítið hræddur. Já. En þú ert öruggur inn með 2.23.38 og sáttu með það. Þú varst nú einmitt með þetta markmið bara að komast í tier 2 en það er erfitt fyrir þig að vera í tier 1 ef þú ætlar að halda áfram að stríma með okkur. Já, það verður svolítið flókið ef ég ætla að fara í það. Já, það er svolítið snúið. Þá skulum við kíkja á næsta mann. Næsti maður, 9. sætið, það er Maggi Ingóls. Maggi var líka orðinn svolítið stressaður held ég, hann var allavega farin að talaði kvikindisskap með að bíða með útsendinguna þangað til í kvöld. En þetta er bara gaman, þetta er einmitt viðbrögðin sem var að vonast eftir, að byggja upp smá spennu og smá drama. Nákvæmlega, þannig að Maggi, þú ert safe inni eins og svo sem kannski hefur, það var svo sem orðið ljóst eftir að við lásum upp tier 3 hópinn. Já, nákvæmlega. En jæja, fínu tíma. Næsta nafn. Næsta nafn, það er hann Ásgeir Snorra. Ásgeir var nú, Ásgeir er búinn að fara eins fram og tilbaka. Hann byrjaði í tier 3, vann hana og fór upp í tier 2. Og tier 2, hann var síðan hann endaði í öðru sæti á vetratímabilinu þegar Óttar vann. Og af því Óttar hérna tók sér pásu, þannig að hann tók sér pásu fram á núna næsta haust og síðan í millitíðinni losnaði pláss í tier 1 sem
sem Ásgeir þáði. Þannig að hann kom og keyrði nokkra keppnir í Tier 1 á síðasta tímabili og en fyrir og fór svo náttúrulega í tímatökuna en nær því miður ekki inn í Tier 1 í þessum tímatökum en hann náttúrulega bæði þá með tíma sem tryggir honum Tier 2 en hann var líka með öruggt sæti í Tier 2 bara fyrir að hafa endað í topp 3 á vetrartímabilinu. Það eru efstu 3 menn á vetrar- og vortímabilinu eiga öruggt sæti ef þeir alltaf keyra þar áfram. Þannig að Ásgeir var aldrei í hættu á að ná ekki inn í Tier 2 en ætlaði sér auðvitað að komast inn í Tier 1 en þetta er bara, samkeppnin var bara brjáluð þessi sæti. Það er engin breyting á því hverjir komist inn í Tier 2 þótt að við séum með Ásgeir á listanum bara svo það sé á hreinu. Það hefði alltaf farið svona. Já, það var meira þessi upphæðlegi listin hjá mér var með Ásgeir bæði sem öruggt sæti og úr tímatökunum. Sævar var út hjá mér á fyrsta lista þannig að Danni spottaði þar villuna. Þannig að við höfðum hann bara með til þess að sína réttan lista af því að hann kom í tímatökunar. Nákvæmlega. Þá förum við í annað sæti í Tier 2 í tímatökum. Já, 7. sæti overall. Það er líka annar Tier 1 ökumaður, hann Guðmundur Orri sem keyrði með okkur í Tier 1 á síðasta tímabili. Kom nýr inn í hópinn og bara hann náði beint inn í Tier 1 úr tímatökunum síðasta sumar, eða lok síðasta sumars. Og ætlaði sér, var með Tier 1 sem möguleika, rétt mista af, hann munaði nú innan við hálfri sekúndu frá því að hann væri inn í Tier 1 en hann endar þá í Tier 2 ásamt þessum flotta hóp og ég er búinn að heyra smá svona inside scoop sem ég ætla nú ekki að opinbera en mér skilst að það sé lið í vinnslu sem ég er svolítið spenntur fyrir en ég ætla ekki að segja meira, ég ætla ekki að leka því. Nei, ok, þá skulum við bara fara á fyrsta sæti í Tier 2 í tímatökum. Já. Það er að segja seinasti maðurinn sem kemst ekki í Tier 1. Já. Og það mun vera Gunnlaugur Þorgeirsson. Það er hann Gunnlaugur. Hann setti virkilega flottan tíma og þetta eru 800 sem að munar sem að sker úr frá Tier 1 sæti og Tier 2. Þannig að Gunnlaugur er með besta tíman af þeim sem að ná inn í Tier 2. Já, þannig að hann á alveg heima í Tier 1 þannig séð, bara ekki pláss akkurat núna. Hann er alls líklegur, hann er sigurvegari vetrartímabilisins í Tier 2, tryggir sér öruggan keppnisrétt í Tier 1 á næsta tímabili og getur þá líka dottið beint inn ef að eitthvað pláss losnar í millitíðinni. Þannig að það er alltaf gulrót í þessu. Þannig að við munum eflaust sjá harða samkeppni toppsætið í Tier 2. Já, ég vil þá kíkja á Tier 1 tímana. Já, ég ætla rétt að sjá hérna hvað er að gerast í spjallinu. Já. Sjá. Það mennir að ræða hérna softdekkin. Hilmar sáttu með 16. í Tier 2. Tók 250 hringi á Blúmun sem áskorun á möstunni. Það hljómar ekki skemmtilega. Það má vera einn í því. Kemur svo Premier Tire í framtíðinni spyr Illugi. Ég getum kallað Tier 1 Premier Tire. það er spurning ef að hópurinn heldur áfram að stækka þannig að Tier 3 springi þá er spurning hvað við gerum í því. Það er svona seinni tíma vandamál. Sjáum hvernig Tier 3 verður núna í vetur. Það getur allt gerst sko. Það getur allt gerst þar sko. Sáum það nú bara síðast að það fór vaxandi keppendafjöldinn. Núna fór svolítið svona fram og tilbaka. Það voru einhverju keppnir sem að færri komast að en vildu. Jónas mætir hérna, segir Vaka Tier 2 er orðin sterk. Það er bara alveg hárrétt. Ég held að þetta verði algjör veisla í haust. Hilmar segir hérna Rich Energy GP þarf að fá sér nýjan driver. Hilmar var með liðsfélaga á síðasta tímabili sem er ekki Tier 2 núna í ár. En við skulum bara vinda okkur í topp 5 þá sem að eins og staðan núna eru locked in í Tier 1. Og 5. sætið er Gunnar Ágústsson. Gunni er hann er búinn að koma kannski ætla ekki beint að segja óvart af því að ég veit að hann hefur þetta í sér. Hann er einn af hrauðustu gæjunum í dirt rallyinu. Hann var alltaf einhverjum mínútum og eftir honum í skítuga rallyinu. Þannig að maður veit að hann hefur aksturinn í sér og hann kom náttúrulega þarna inn og tók 3 keppnir í Tier 3
náðu svo ekki að keyra meira það tímabil en mættur greinilega bara alveg í fantaformi og nær sér í tíma fyrir Tier 1. Þannig að við munum sjá Gunna hoppa úr Tier 3 og upp í Tier 1. Sjáum við líka þarna hvað það munaði miklu á Gunnari og Gunnlaugi upp á Tier 1 sætið. Það er hérna 0,08. Já, þetta er 800. Tæplega 800 úr sekundur sem maður skilur að 5. og 7. sætið, þannig að það mátti ekki miklu muna. Það var, eins og vorum búin að segja, það er mjótt á mununum og það er bara hvert einasta sekundubrót skiptir máli hana, sko. Já, þetta myndi ég halda minna en augnablik. Já, nákvæmlega. Nei, förum þá í 4. sæti í Tier 1. 4. sæti í Tier 1, það er Ívar Eyþórsson, setti flottan tíma, það er 19.481. Ívar var einmitt, hann var í Tier 3 eða ekki? Er ég örugglega? Sjá. Þú ert með tölfræðina á hreinu? Ég er að opna þetta hérna hjá mér, það er upp að staðins hjá manni. Það er Ívar, Ívar var í Tier 3. Hann endaði 3. á vortímabilinu hérna í Tier 3. Þannig að hann eins og Gunni skippar bara deild. Hann hendi sér bara beint í Tier 1 með frábæran tíma. Alveg fáránlega vel gert, sko. Já, virkilega vel gert. Það er svo sem hefur séð að Ívar með pace. Þetta kemur ekki beint á óvart. Það verður mjög gaman að sjá. Þetta verður rosalegt, sko, þessi deild. Já, það verður örugglega mjög skemmtilegt að lýsa þessu. Ég held að það verður mikið harða baráttu í vetur. Já, ég held að þetta verði bara barist fram í síðustu keppni, sko. Þannig ég er mjög spenntur að það verður heiður að fá að keyra með þessum eðalmönnum og það verður gaman að sjá bara hvernig þetta þróast. Nákvæmlega. En þá fyrir við í 3. sætið. Það er hann Ævar Valur Diego. Það er einmitt hann, Ævar Valur Diego, sem var liðsfélagi Hilmars í Rich Energy GP í Tier 2 í fyrra, sérst á vorstíðanbili. Og hann næli sér í öruggt sæti í Tier 1 með 2.19.2, mjög flottu tími. Hann hefur sýnt mikinn hraða og ég held að komi fáum og óvart að hann hafi endið þarna í efstu deild hjá okkur. Endilega kíkið á Messenger eða eru með skilaboð frá mig, segir Hilmar. Grunar að Hilmar sé farin að rekrúta liðsfélaga strax. Já. Hljómar þannig. Þetta verður gaman að menn eru farin að spá og spekulera strax. Já. En förum þá í annað sætið og bara í tíma sem ég hélt áður en að ég tók þátt í þessum tímatökum að væri bara ekki hægt að ná á þessari braut, sko, á þessum bíl. Já, eftir 2 menn voru í hálfgerðum sérflokki. Þeir voru einu sem fóru undir 2.19 sem er rosalegt. Þannig að ég juldu því á annarstanni. Davíð Rúnar, hann er komin inn á skjáinn. 2.18, 930, þetta er ótrúlegur tími. Hann með Davíð er líka einn af þeim sem er að skipa deild. Hann endaði 4. á vortímabilinu í Tier 3 og þráttur að hafa keppt bara 5 keppnir á 8. Og í þessum 5 keppnum að þá var hann á verðlaunapalli í 4 aðeim og hann vann 2. Maður sá það að hann var man on a mission, sko. Og við erum núna búin að skipa sér öruggt sæti í efstu deildinni hjá okkur. Þannig að hann ég held að sé mjög líklegur kandidat í þennan toppslag ásamt bara mörgum öðrum núna. Og þá er það bara seinasta sætið í Tier 1. Já, besti tíminn í tímatökum og síðasta sætið sem nær sér í öruggt sæti hérna í Tier 1 og það er hann Stefán Geir Sigfússon, danski Íslendingurinn okkar. Hann er búsettur í Danmörku. Ég held að hann hafi ekki einu sinni ég held að hann hafi ekki einu sinni búist við að væri hægt að ná svona góðum tíma sjálfur, sko, því að hann var sjálfur bara hann var jafn eins og við þetta. Já, ég held að það er 2.18.796, þetta er rosalegu tími. Ég ætla að segja að þetta sé tímamismunurinn, sko. Hann hefur fengið einhvern veginn tímabúst fyrir að vera í öðru landi. Tíma á undan eða eitthvað svona, sko. Hann Stefán er locked inn í Tier 1. Og já,
0,134 á undan næsta manni. En þetta við höfum nú séð það þegar Stefán hefur keyrt, Stefán og Ævar báðir sem að tóku þátt í einni Tier 1 keppninni hjá okkur. Þegar enginn nefndi að mæta í rigninguna þá buðum við nokkrum að koma og keyra á. Ævar og Stefán voru meðal þeirra, þeir voru báðir hérna í efri sætunum og stóðu sér gífurlega vel. Já, nákvæmlega. Þetta verður toppbaráttan í Tier 1 verður rosaleg, sko. Ég orðinn þvílíkt spenntur fyrir þessu. Talandi mig og ekki að sýna þá tótallistan núna, hvernig deildirnar líti út. Ég skal henda því hérna yfir á skjáinn. Setur upp báðar í einu eða byrjar á annarri? Það báðar í einu. Báðar í einu. Segðu mér þegar þetta er komið upp. Þetta er komið upp í stafrófsröð hérna, Tier 1 og Tier 2. Læsilegt. Þá sjáum við hérna. Þetta eins og staðan núna, þá þetta uppröðunin á deildunum. Þetta getur breyst ef að ykkur skipt skoðun, ef ykkur hætta við þurfa að draga þessu út úr einhverjum deildum, þá getur þetta róterast. En eins og þetta lítur út núna, þá eru deildirnar svona. Og þá voru þó nokkuð mörg sæti örugg í Tier 1. Það verður ekki svoleiðis á þessu tímabili. Nú verður þetta bara top 3 í Tier 1 sem að haldast áfram. En það eru hérna þá kunnugleg andlit. Þetta Kári Steinn, Hannes, Jón Ægir, Halli Björns, Þorsteinn, ég, Skúli Þór, Jón Valdimars og síðan Eva María sem að náði sér í öruggt sæti með því að vinna Tier 2. Allir hinir voru öruggir fyrir það að vera í top 8 og síðan bætast þá við þessir sterku ökuþórar Stefán, Davíð, Ævar, Ívar og Gunni. Þannig að þetta verður, það þarf að berjast fyrir hverju sæti í haust. Já. Það engin spurning. Það nákvæmlega þannig. Og í Tier 2 þá voru það í raun tveir sem að tóku ekki þátt í tímatökunum, Dimmi Nikolov og Óttar Örn. Óttar náttúrulega vann vetrartímabilið og Dimmi var í öðru sæti á vortímabilinu. Þannig að þeir voru báðir og ætluðu báðir að halda sig bara í Tier 2. Tier 1 ekki alveg að henda fyrir þá eins og staðan núna. Þannig að þeir gátu bara slakað á og sleppt tímatökunum. Og síðan var eins og við myndist á áðan og þá var Ásgeir með örugt sæti líka í Tier 2 og þannig að hann endar þarna líka. Og svo það þá þessi hópur, Gunnlaugur, Guðmundur, Magnús, þú, Ólafur, Garans, Ingi Þór og Arnar, Þórður, Valli, Hilmar og Sævar Helgi. Þannig að þetta eru deildirnar eins og það lít út núna. Þetta verður svaka season. Þetta verður rosalegt. Og síðan þá allir hinir sem munu þá vonandi koma og keyra í Tier 3. Og svona fyrir þá ykkur sem að horfa, ef það eitthvað sem svona kannski hefur ekki verið að fylgjast garant með okkur, þá eru þetta lokaða deildir Tier 1 og Tier 2. Þannig að hérna voru menn að keppast að ná inn í þessa deildir. Síðan það Tier 3 sem opin deild og í raun skuldbindingarlaus. Þar getur komið og keyrt. Það alltaf keyrt á þriðjudagskvöldum og þetta bara flottur vettvangur til að ná sér í reynslu. Það ólíkt Tier 1 og 2, þá opið bílavall, þannig að þú ræður hvaða bíl þú keyrir í hverju keppni. Þannig að þá getur maður ná sér í reynslu, kynnst fleiri bílum og svona undirbúið sér fyrir þá að reyna við efri deildirnar. Eða bara haldið sér þar og ef maður vill koma og taka einu vinna keppni, þannig að það alltaf kappakstur í boði. Svo líka bara svo rosalega góða æfing að elta hraðari menn, sko. Maður nær svo miklu hraða inn við það, sko. Algjörlega. Það bara að deila braut með hraðari mönnum og það gerir ótrúlega mikið fyrir mann. Það alveg mikil. Og sér náttúrulega líka þessi hópur, þetta bara það vinalegt samfélag að það alltaf allir í stakk búnir að hjálpa öðrum hvort sem þeir eru að keyra í sömu deild eða ekki. Maður hefur séð keppinaut að vera að hjálpa stað við að bæta tímana sína og þetta bara frábært samfélag sem búið að myndast í þessum hópi á okkur. Þannig að ef einhver að horfa sem hefur verið eitthvað uggandi við að prófa að keyra með okkur, ekki hika við að koma og taka einu keppni eða eitthvað langar að fá smá smjörþef á þessu. Þetta bara gaman. En þá heldur bara komin tími á að slúta þessu. Já, það vísu eitt sem ég ætlaði að fá að segja í lokin. Með varðandi útsendingar hjá okkur. Við náttúrulega erum með, það verður bara sama fyrirkomulag og á síðasta tímabili sem Tier 1
verður áfram á Stöð 2 e-sport í beinni og náttúrulega á YouTube-inu líka. Biggi sem var náttúrulega að lýsa með honum Danna að hann nær ekki lengur að vera með í þessu, hann verður upptekinn maður, verður hvorki að keyra reglulega né með okkur í lýsingunni. Þannig að Illi nú hérna í spjallinu, hann var búinn að bjóða sig fram að vera eitthvað með þér í lýsingunum. Og svo væri nú alveg ágætt svo fyrir tier 2 og tier 3. Ég mun reyna að vera með þær útsendingar eins og ég get, en bara eins og á síðasta tímabili þá nægir ég ekki alltaf. Hannes hefur náttúrulega verið mér mikið innan handar í því, en það væri mjög gott ef það er einhver hérna sem að fylgjast með, sem hefur áhuga á því að kannski taka lýsingu, vera með okkur í lýsingu í einhverjum keppnum, að með endilega henda á mig skilaboði. Ég veit að Ævar hann hefur lýst áhuga á því og ég held að hann hafi verið að senda mér skilaboði í þessum töluðu orðum. Þannig að endilega hendið á mig skilaboði og það væri fínt að hafa áhugasama menn upp á ef einhver kemst ekki, ef kannski ég kemst ekki og Hannes er ekki laus til þess að leysa mig af, þá væri brilljant að vera með ykkur á kantinum sem væri hægt að kalla til. Ævar er mættur hérna, hann er til í að lýsa tier 2, segir hann, og ég svaraði á eftir Ævar, við bara finnum út úr því. Þannig að þetta verður bara gaman. Reynum að það voru nú einhverjar keppnir í fyrra sem náðu ekki að vera með lýsingu. Það sem hvorki ég né Hannes vorum í stöðu til þess. Þannig að það er mjög gott að hafa góða menn á kantinum og geta þá reynt kannski að skipuleggja einhverjar keppnir fram í tíman, hver lýsir hvenær og slíkt sko. Sigurður segist hérna líka geta lýst einhverju. Illi getur stokkið inn líka, segir hann. Jónas líka, menn eru greinilega hérna alveg. Og Hilmar, það er bara alveg hrúasteinmenn sem að... Já, við verðum að fara að fækka sætunum í keppnunum, þannig við verðum með nóg margar lýsendur. Það verður bara tímatökur fyrir Nei. Það er ekki ekki, bara takk allir strákar fyrir að bjóðast til að hjálpa. Það er bara lýsi því sem ég var að segja áðan, hvað hópurinn er. Allir til í að hjálpa og leggja hönd á plóg. Nákvæmlega. Þetta eru fín lokaorð. Þá bara held ég að sé best að fara að slúta þessu. Við hittumst kannski bara í Brasilíu núna á eftir. Þeir sem vilja taka æfingalobby, þá væri alveg skemmtilegt að taka nokkra hringi þar. Það er sem sagt fyrsta brautin fyrsta brautin hjá öllum deildum og allir á GT3 bílum, eða GR3. Akkurat. Menn verður eflaust vel æfðir fyrir fyrstu keppni, það hefur alltaf verið vaninn. Þannig að það getur vel verið að opnast eitthvað lobby þarna á eftir hjá. Já, sýnist Hilmar hafa verið að bjóðast fram til þess að hósta lobbyið. Já. Frábært. Þá bara þökkum ykkur fyrir að vera hérna með okkur í þessari óvæntu útsendingu. Ég mun búa til Messenger-grúpur fyrir tier 1 og tier 2 deildirnar með öllum keppendunum. Það sem er hægt að ræða sín á milli og annars bara segjum við takk í kvöld og takk Danni fyrir að rauka upp þessu flotta strími. Já, bara takk sömuleiðis og við sjáumst bara í vetur. Já, í haust. Já, haust og síðan vetur. Og síðan vetur. Já, ok, við segjum það bara, líka þessu hér. Lofmál, takk í kvöld.